Góðan daginn og velkomin hérna á heimasíðunni hjá okkur á Vefúrræði. Nú, í þessu örstutta kynningarmyndbandi þá langar mig að sýna ykkur aðeins hvernig bakendinn á þeim vefsíðum sem við erum að vinna með virkar. Það er að segja svæðið þar sem að ég er sjálfur að sinna minni vefumsjón, gera breytingar á vefsíðunni, bæta myndum eða breyta textum. Nú, síðan hér þekkið þið ágætlega, þetta er síðan okkar á Vefúrræði. Hún lítur svona út á þeirri stundu sem þetta myndband er tekið. En vilji ég til dæmis gera breytingar hér í texta, þá nægir mér einfaldlega að fara inn og klikka á þann stað þar sem ég vil vinna. Þar sem uppsetningin á síðunni er tilbúin, þá er rosa auðvelt fyrir mig að vinna hana áfram. Nú get ég farið að skrifa hér hvað sem er í raun og verunni. En ég ætla nú að kjósa að gera það ekki að þessu sinni. Þetta var nú meira til að sýna. Nú vil ég breyta textanum hér, þá er það eins að hér myndi ég tvíklikka og geta farið að skrifa nýtt. Nú líkir mér ekki staðsetningin á þessum textaboxi, þá nægir mér að halda inn í takkanum og ég dreg hann á þann stað þar sem ég vil að hún birtist. Getur henni sett hana hvar sem er. En ég ætla nú bara að halda mig við svæðið þar sem textin var. Nú, kosturum við kerfið er auðvitað sá að flestir geta notað þetta og lært að nota það á mjög skömmum tíma. Með því náttúrulega næst fram mikil sparnaði þegar menn þurfa ekki sífellt að vera að fá utanaðkomandi þjónustuaðila til þess að vera að þjónusta síðurnar sínar. Hér er ég að horfa á svokallað myndagallerí. Þar eru 6 myndir inni. Vil ég breyta þeim, nægir mér að tvíklikka hér á og ég geta breytt. Hér eru myndirnar sem ég er búinn að velja inn. Vil ég breyta röðina, þá nægir mér að klikka hérna til þessa. Færa hann upp, færast hún hérna inni. Allt viðmótið er henni mjög einfalt. Nú vil ég síðan gera nýja síðu, nýja undirliggjandi síðu. Skulum fá hérna slíka fram. Kalla ég hana fram og hér er þá komin síða sem ég get unnið raun og verið frá grunni. Nú með mjög einföldum hætti þá fyrir ég hér nú í íta Add og ég ætla að setja texta á þessa og titiltext á nýju síðuna mínu og hér tvíklikka ég á og ég segi bara þetta ég heita nýja síðan mín. Nú, mér líkar ekki staðsetningin, þannig að ég dreg hana hér til. Ætla að hafa hana hér upp í horninu. Nú, ég geti einnig bætt við einhverjum meiri undirliggjandi texta og kalla ég fram box eins og þetta og ég vil hafa breiðara, þannig ég er lengi í því. Og hér getið síðan skrifa hvað sem er. Ég ætla nú bara að leyfa þess að standa eins og þetta er núna. En svo er það eins með þetta og með textan og bæti myndum að það er ákvæmlega auðvelt. Þá fer ég hér inn í flipar sem stendur Add. Vel með hér það sem stendur Image. Og ég ætla bara að velja hefðbundna mynd í þetta skipti. Nú núna dett ég semst inn á það svæði þar sem að myndirnar mínar eru geymdar. Og það virkar raunin þannig að ég hleðin myndum sem ég vil eiga og kerfi geymir allar myndir fyrir mig. Nú á þessu sinni ætla ég að notast við þessa mynd hérna og til þess að fá hana fram þá einfaldlega tvíklikka ég á hana. Nú við þetta þá lendir myndin hér inn á síðunni þar sem ég vil að hún verði. En hún lendir kannski ekki endilega á nákvæmlega þeim stað á síðunni þar sem við viljum að hún eigi að vera. Til þess að breyta þessu þá ger ég líkt og með textakassana sem við vorum að vinna með hér áður. Að ég ýta myndina og drega hann einfaldlega á þann stað þar sem ég vil að hún liggi á vefsíðunni minni. En svo getur líka vel verið að ég vilji stækka eða minnka myndina. Það ger ég einfaldlega með því að klikka á hornin og draga hana til upp eða niður í þá stærð sem að henta hverju sinni.
Nú, ég vil kannski færa textan þetta niður fyrir og svo framvegis. Þessum hætti get ég raðað hlutunum. Þetta gerði ég með þessum add-takka, þar sem ég getur rauninni valið línur eða sett takka og hvað sem er. Möguleikarnir eru rauninni ótrúlega margir og einfaldleikinn er mjög mikill. Ég vona að þetta myndband gefi ykkur svona örlitla innsýn í það hvernig vefumsjónin á þeim kerfum sem við erum að bjóða fer fram. Auðvitað er þetta bara sýnishorn og þið megið endilega verið í sambandi til þess að fá kannski aðeins frekari upplýsingar þessi mál. Takk fyrir að horfa. Góðan dag.